Nú ætlum við aðeins að skoða örlítið flóknari erfðir. Ég ætla að skoða einkenni sem að stýrist af 2 genum. Það eru 2 gen sem stjórna þessu. Og þetta er litur hjá labradorhundum. Hjá labradorhundum er stórt B svart, svartur hundur, lítið B er brúnn, síðan er í annað sæti stórt E það þýðir litur og lítið E þýðir ekki litur. Þetta þýðir að hundur sem er til dæmis stórt B, lítið B, stórt E, lítið E, hann er með alltaf 2 stafa af hverju, 1 frá mömmu og 1 frá pappa, 2 stafa hinnu, líka 1 frá mömmu og 1 frá pappa. Hann er með stóra B, þannig að hann er með, og það er stórstafur, þannig að það er ríkjandi. Þar að leiðandi er hann svartur ef hann er með stóra eð, sem að þessi er. Sama ef ég er með lítið B, stórt E, þessi hundur er brúnn. Hann er með litargeni, þannig að B-in koma inn, en hins vegar ef að það er ekki stóra B til staðar eins og hér, þá er hann brúnn. Það skiptir engu máli hvaða B eru til staðar ef bæði E-in eru lítil. Því þá kemur ekki liturinn inn. Alveg sama hvað hér, það kemur ekki. Af því að það vantar að virka þetta. Þannig að þessi hundur er gulur. Þannig að þeir geta verið svartir, þeir geta verið brúnir og þeir geta verið gulir. Við skulum skoða dæmi. Og í þessu dæmi ætla ég að æxla saman hundum sem eru stórt B, lítið B, stórt E, lítið E, stórt B, lítið B, stórt E, lítið E. Og ástæðan fyrir ég skrifa þetta svona út í hornunum er að ég þarf að gera eins stóra ritatöflu og ég get. Til þess að hafa pláss fyrir þetta allt, því að venjulega ger ég svona 4 rita, en þessi tafla verður 16 reitir. Og þá seti ég í fyrsta lagi B, og það skiptir ekki máli hvort ég byrja á E-unum eða B-unum. Mér finnst betra að byrja á B-unum því þau eru á undan. Þá set ég þetta B hérna fyrir utan og þetta B hér fyrir utan. Og hinum megin þetta B hér fyrir utan og þetta B hér. Og í raun er ég að skipta þessu svona, sjáðu. Síðan set ég E-in og ég geri þau ekki eins því að ég verð að gera þetta á skjön. Hérna kemur, og nú er ég að horfa hvaða stafi ég er með. Ég er með stórt og lítið. Þá set ég stórt, lítið. Og hérna er líka stórt, lítið, stórt, lítið. Síðan byrja ég, og það borgar sig að gera þetta kerfisbundið. Ég set stóra B-ið hérna fremst í alla reitina. Þetta B fremst í báða þessa reiti hérna. Ég gæti alveg skrifa þetta B tvisvar hérna. Stóra B, stóra B, stóra B, stóra B. Ég þarf að skrifa þetta svolítið lítið þannig ég hafi pláss fyrir þetta. Litla B-ið hérna kemur í alla reiti hér fyrst. Nú er ég búinn að setja B-in alls staðar. Þá byrja ég á B-unum hinum megin. Þau koma í næsta sæti. Og þá kemur þetta B í alla reitina hér, sem eru hérna megin við línuna. Og þá kemur stórt B, stórt B, stórt, 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 stórt og stórt. Skiptir engu máli hvað röð ég ger þetta. Það er bara að passa sér alls þar. Og á sama hátt kemur þetta litla B í alla reiti hér næst. Lítið, 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 lítið og lítið. Þá byrja ég aftur hinum megin hér og nú set ég E-in.
þetta í næsta sæti hér niður, þetta í næsta sæti hér niður, þetta hér og þetta hér. Smá handavinna, þetta kemur hér, þetta hér. Ég þarf aðeins að svona reyna að vanda mig við þetta, ég er að gera þetta á spjaldtölvu sem ekkert næm. Þetta kemur hér, þetta hér og þetta hér. Nú eru konið 3 stafir allstaðar. Ég á bara eftir að setja þessa hérna, þennan aftast hér, þennan aftast hér, þennan aftast hér og þennan aftast hér. Stórt, 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 lítið, 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 stórt, 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 lítið, lítið, lítið og lítið. Það sem ég hef megin áhuga á að vita hér er hvernig eru þessir hundar síðan á litin. Og ég byrja á að leita að lítið eða lítið því að þeir hundar eru gulir. Þannig að hér er gulur, hér er gulur, hér er gulur og hér er gulur. Það er stórt allstaðar annars staðar. Þannig að það er 4 af 16 sem eru 1/4 sem eru gulir. Síðan held ég áfram. Ef að restin er þá ekki gul, þannig að þeir eru brúnir eða svartir. Nú leita ég að það sem er lítið b. Fyrir utan reytina þess sem ég er búin að merkja gula. Þannig að lítið er lítið b segir lítið b er til dæmis hér er brúnhundur, hér er brúnhundur og hér er brún. Þannig að brúnir eru 3 af 16. Restin er þá svartir, svartur, 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 allstaðar þar sem stóra b er til staðar. Hérna er svartur, hérna er svartur og hérna er svartur. Þeir eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Níu af 16. Ég veit að það er ekki auðvelt að skilja þetta því að þetta er ekki, ég er ekki með nógu næman penna í þetta. En með því að hlusta á það sem ég var að gera og skrifa niður á blað hjá ykkur, þá eigið þið að geta fyllt þessu. En svona skoðum við þegar það eru 2 gen segi ég, sem stjórna einu og sama einkenninu.